Skulum skoða hérna dæmi á dæmablaði 3. Hérna erum við beðin að finna samleitni miðju og samleitni geisla fyrir ákveðna veldari, sem stendur hérna. Og svo erum við beðin þegar við erum búin að finna samleitni miðju og geisla, að reikna út summuna fyrir ákveðin x hérna, x eftir pi, x eftir 2pi. Við byrjum á fyrsta lið. Svona. Búin að skrifa upp dæmið. Það er hérna, þetta er röðin sem ég ætla að reyna að finna samleitni miðju og samleitni geisla fyrir. Nú, við byrjum á að skoða að ef við verum með veldaröðum C sem er skrifað á þessu formi, þá getum við lesið beint út hver miðjan er. Samleitni miðjan í þessari veldaröð er C og samleitni geislinn fæst með að nota kvótaprófið á þennan hérna hluta, svo að segja. Þá getum við séð út geislan, þannig þá einn á móti því markgildi sem gefur út. En til þess að geta nota það, til þess að geta nota að við lesum beint út miðjuna hérna á geislar, þá þurfum við að vera með röð á þessu formi. Þurfum við eitthvað AK eða AN þá hér og X í veldinu N. En hér erum við með X í veldinu 2N, þannig að við þurfum að gera markgildisprófið á, hérna þar að ég þarf að gera kvótaprófið á þetta allt. Ég get ekki gert það bara á þennan hérna hluta. Þannig ég tek þennan hér og kalla hann fyrir AN. Og reyna aftur AN svona. Og reikna bara út kvótaprófið ró er jafnt og markgildið þegar n stefnir á óendalegt af AN plus 1 deilt með AN. Og að því að spæja allsamleitni, þá ætla ég að taka tölugildið hérna. Ok, við reiknum þetta markgildið þegar n stefnir á óendalegt af AN plus 1, ég ætla að skrifa þetta sem x í veldinu 2n plus 1 muna svigana 4pi í veldinu n plus 1 deilt með AN, það er þá 4pi í enda deilt með x í veldinu 2n og tölugildið af þessu öllum. Svo einföldu við, hér fæ ég x í veldinu 2n sinnum x í öðru, þannig að þessi stýts út á móti þessum, svo að segja. Og fæ markgildið þegar n stefnir á óendalegt af x í öðru og hér stendur eftir 4pi undir striki. Og ég þarf ekki tölugildið vegna þess að vita að þetta er pósitíft hérna. Og hér er ekkert n lengur með í spilinu, þannig að við vitum að þetta stefnir bara á x í öðru deilt með 4pi. Ok, röðin mín er þá allsamleitin þegar ró er minna en 1. Sérst x í öðru deilt með 4pi á að vera minna en 1. Það er jafngilt í að x í öðru sé minna en 4pi, sem er aftur jafngilt í að x sé stærra en mínus 4pi. Fyrir ekki að x sé minna en mínus rótin af 4pi, x er stærra en mínus rótin af 4pi og minna en plus rótin af 4pi. Og við getum auðvitað að skrifa þetta bara sem mínus 2 sunnum rótin af pi upp í 2 sunnum rótin af pi. Þannig að ef x er á þessu bili, þá er röðin mín allsamleitin. Þannig að röðin er allsamleitin fyrir x á opna bilinu mínus 2 sunnum rótin af pi upp í 2 sunnum rótin af pi. Og skulum nú sjá hvernig var aftur spurningunni háttað. Við áttum bara að finna samleitni miðju og samleitni geisla. Þannig að við þurfum ekki að vita, þurfum ekki að vita hvort til dæmis hún er samleitin í punktunum x eftir mínus 2 sunnum rótin af pi, þurfum ekki að vita neitt um endapunktana, við þurfum bara að finna miðju og geisla. Og miðja á þessu bili, þegar við sjáum það er samkvæmt hérna, þetta er frá mínus 2 sunnum rótin af pi upp í 2 sunnum rótin af pi, miðjan á því bili er augljóslega 0, þannig að samleitni miðjan er c eftir 0, en samleitni geisli er hægt að lesa út úr þessu, þannig er r eftir 2 sunnum rótin af pi. Ég fer 2 sunnum rótin af pi í þess átt og ég fer 2 sunnum rótin af pi í þess átt. Það sé eftir 0 er inn í miðinni. Ok, samleitni miðjan og samleitni geislan eru komin. Svo var það liður nummer 2. Reiknið hvað kemur út úr summunni ef x er eftir pi. Nú, það fyrsta sem við gerum er hugsum, ok, ætli þetta sé eitthvað endalegt. Er x eftir pi á bilinu þar sem röðin er samleitin?
og það sannlega það, við getum reiknað hérna tvisvar sinnum rótina af pi og þá fáum við eitthvað sem aðeins meira en pi. Þannig við fáum eitthvað endalegt. Pröfum að setja pi hérna inn, þá fáum við fyrir frá 0 og upp í óendalegt. Ég með pi í veldinu 2, sett pi-in fyrir x-ið og deilt með 4 pi í enda. Ok, þetta þá jafnt og eitthvað get ég nú einfaldað þetta með 4 enda og pi enda. Svo sett með pi í öðru í enda, get ég sagt. Nei, pi enda í öðru. Við getum skrifað þetta bara svona. Reynum einu sinni. Deilt með 4 í enda sinnum pi í enda. Eða við getum skrifað þetta sem við erum með pi í 2n deilt með pi í n, við erum allt með pi í veldinu n deilt með 4 í veldinu n eða bara pi deilt með 4 í veldinu ekki 4 heldur n. Þetta alltaf að koma. Þannig að ég fæ pi deilt með 4 sér að við erum með einhver kvóti í endaveldi n byrjar 0 fyrir pi óendalegt. Þetta kvótaröð og þá veltur þetta alltaf á hvort kvótin hérna sem positífur sé minni en 1. Og 4 nú aðeins meir en pi, þannig að þetta hér sannlega minni en 1. Þannig að við fáum, þetta kvótaröð. Með kvótan r jafnt og pi deilt með 4 sem minni en 1. Þannig að við vitum að kemur eitthvað endalegt út úr þessu og að því að summan byrjar í 0 og hér endaveldi, þá vitum við fáum akkurat út. Og já, höfum þetta bara bleikt. 1 á móti 1 mínus pi deilt með 4. Og við getum lengt brotið með 4, þá 4 deilt með 4 mínus pi. Til dæmis. Ok, þetta þá summan akkurat þegar x jafnt og pi. Og við vissum að við myndum fá eitthvað endalegt vegna þess að pi hérna á bilinu þar sem að röðin allsamleitin. Þá það leið nummer 2. Eða það segja nummer 3. Þá áttum við að reikna summuna þegar x jafnt og 2 pi. Nú, ef við skoðum bilið okkar hérna, þá séum við x jafnt og 2 pi fyrir utan bilið, það stærra en hérna tvisvarsinnum rótina pi. Þannig að við erum með, hérna, við erum á stað þar sem röðin allsamleitin, við erum ekki fá neitt endalegt út. Skulum pröfa að setja inn, sjáum hvernig það verður. Við fáum 2 pi í veldinu 2n, deilt með 4 pi í enda. Þetta getur við skrifað sem summan frá 0 upp í óendalegt að ég getum sagt 4 sinnum pi í öðru deilt með 4 pi og það allt í enda. Þá tók ég annað veldið hérna sér. Sem sagt ég með n fyrir frá 0 upp í óendalegt og ég enda með pi í enda. Og ef ég með pi í enda, þá ég eftir komið kvótaröð. Þetta kvótaröð. Kvótin r jafnt og pi, sem sannlega stærri en 1. Þannig að ég veit að ég með ósamleitna röð, ég veit ég fæ nákvæmlega óendalegt. Og ef við reynum að sjá fyrir okkur hvað að gerast hérna í þessu summu, þá erum við náttúrulega með, þetta summan pi 0 sem 1 pluss pi í öðru, pluss pi í þriðja, pluss pi í fjórða, pluss pi í fimmta og svo framvegis. Það ekki erfitt að sjá fyrir sér að þetta verði óendanlega stórt. Þannig að nýttum við okkur bæði kvótaprófið og notuðum þetta með samleitt mið og samleitt geisla og skoðum kvótaraðir.